Já, ég var maður 4 leik lokið, hvernig gerur þetta allt saman upp? Mjög sérstakur leikur. Það var alveg fram og tilbaka í rauninni í 90 mínútur og við erum auðvitað svekktir að fá KA inn í heimsókn á okkar heimavöll og ná ekki að klára það, en úr því sem komið var kannski ágætis karakter í liðinu að koma tilbaka tvisvar. Eflaust ósáttur með þennan fyrri hálfleik? Já, og þannig seinni hálfleiki líka. Við vorum svona svolítið kraftlausir, við erum búin að vera í mikilli törn núna og höfum verið að rúlla mikið á sömu leikmönnum, með margar mínútur í löpunum og við hefum viljað skila bara svona aðeins meira solid frammistöðu í dag í staðinn fyrir að hleypa þessu upp í þennan end-to-end bolta sem var í gangi. Það sé vera svona smá þreytumerki þá í liðinu í dag? Já, mér fannst það vantaði svona og alveg eðlilegt þegar þú ert búinn að spila svona marga leiki á stuttum tíma að vantaði aðeins sprengjuna en maður á að geta að díla við það og þess vegna er maður svekktur að við náum ekki að skilja inn betri frammistöðu en þetta. Nú ert í hjarta varnarinn og fáið ykkur 4 mörk, nokkuð þeirra frekar klaufalega, vantarlega ekki nægilega sáttir með það? Nei, auðvitað ekki. Við eigum að vera miklu betri en það en að fá okkur 4 mörk hérna á heimavelli og erum vel mannaðir tilbaka og þurfum að stoppa í þetta. Sáttu með þitt dagsverk allavega í boxi KA-manna í dag? Já. Við vissum að við getum verið hættulegir í föstum leikadröðum og nýttum nokkur vel en við hefum getað skorað fleiri, þannig að bara eins og ég segi, þetta er svekkjandi en á sama tíma getum við tekið eitthvað jákvætt úr þessu og það er ákveðin karakter að koma tilbaka eftir að fá nokkur högg í andlitið. Úr því sem komið ertu sáttur með stigið, þið hefðu getað stolið þessu í lokin? Já, bara eins og ég er búinn að segja núna nokkur sinnum að þetta var þú veist, við fáum nokkur högg í andlitið og komum alltaf tilbaka og náum að finna einhverja orku og tróðum einhverjum mörkum, en eins og ég segi þá var þetta end-to-end stuff. Við hefðum örugglega getað skorað 2-3 í viðbót og þeir eru örugglega líka þannig að við erum sáttir með að koma tilbaka en þurfum nú bara að horfa fram á einn. Já, nú horfum við fram á veginn úr 3 leikir í skiptingu. Hvernig meturðu stöðu Vals? Markmiðið að komast bara í top 6? Já, það er klárt. Takk fyrir. Takk.